Sæll fyrir fólki og velkomin í þátt minn Mannamál á sjónvarpsstöðinni okkar Hringbraut. Gestur minn að þessu sinni einn allra ástsælasti rithöfundur þjóðarinnar. Svo unun hefur verið að lesa árum og áratugum saman, jafnvígur á skáldsögur og ljóð og heitir Steinunn Sigurðardóttir. Það ekki dæmigert að orðið í karlkyni, rithöfundur? Já, ég get náttúrulega fengið að vera skáld líka stundum, en málið náttúrulega það að karlmenn, þeir hafa verið gæslumenn hins ritaða orðs í gegnum aldirnar. Akkurat. Og við konurnar, við vorum náttúrulega bara aðskota dýr. Já. Þetta var náttúrulega bara hið versta mál og lengi vel var þetta náttúrulega fullkomlega og Íslandi, þá voru við eigum enga Jane Austen eða Selmu Lagerlöf, bara konurnar þær komust ekki að eða hvernig sem því vék við. Þannig að þegar ég kem með mína fyrstu bók 1969, þá það fullkomlega óeðlileg iðja að vera að skrifa og vera kvenmaður. Ég var svo heppin að ég tók ekki eftir neinu. Ég var náttúrulega í Dublin þegar fyrstu tvær bækurnar kom út og var svona í því skjóli, var svona í felum nánast sko og þannig að ég slapp vel nokkurn meginn þá, en svo seinna sér maður þetta. En þó var það náttúrulega hátíð að vera að yrkja ljóð og vera kvenmaður hjá því að vera að skrifa skáldsögur. Það var við vorum nú taldar geðbilaðar held ég nánast. Já. En sko, kynslóðurnar undan okkur konurnar, ortu bara í skúffuna, ömmurnar. Já, og ekki bara það heldur öll dæmin konurnar sem gáfu út eina ljóðabók, stelpur og konur og svo bara hættu þær. Það var rosalega mikið að hæfileikum farið í súginn bara vegna þess að þetta var of erfitt og samrýmdist svo illa kvenhlutverkinu að vera móðir og húsmóðir og kannski fyrirvinna líka. Já. Og margar dóu snemma. Já, mér finnst það voðalega sorglegt hvað þær hafa orðið skamlífar okkar góðu skáldkonur. Svo við tökum Svövu Jakobsdóttur, Jakobínu, Fríðu, Ingibjörgu Haraldsdóttur. Mér finnst það afskaplega sorglegt. Og ég tengi þetta, eða bara það að vera skrifandi kvenmaður, það miklu erfiðara eða var heldur en að vera skrifandi karlmaður og togstreitan svo ofboðsleg að hún hlaut að taka mjög mikinn toll. Ég man því ég keypti þriðju ljóðbókina þennan, verksummerki heima á Akureyri, 18 ára gamall strákurinn í Menntaskólanum á Akureyri og þessi bók opnaði mér nýjan heim. Þarna fann ég svo glöggt að það mátti orðið yrkja aftur ástina og manneskjuna. Og þú hefur alltaf verið ófeimin við að takast á við tilvist mannfólksins og þar fundið kannski þinn tón. Sko það nú einhverjir sem halda því fram að ég hafi strax fundið tónin þegar ég kom með fyrstu bókina 1969 og það náttúrulega meiri háttar hrós og gaman að heyra það. Sífellur. Já, sífellur. Eða þá að heyra frá kærum og frábærum kollega eins og þér að ég hafi skipt þig máli árið 1979. Það náttúrulega bara lyftir mér svo, ég bara held að ég leviteri hérna. Þannig að það dásamlegt. En já, það alveg satt að sumir hafa sagt, Þorsteinn Þorsteinsson, svo spekingur, honum finnst ég vera heimspekilegt skáld, en ég meina þetta þetta að reyna að komast að einhverjum kjarna, bara hvað þetta sem að við lifum og svo náttúrulega líka draumkenndar að fanga þessa dagdrauma sem við erum sett saman úr. En sko, ljóðræna eitt, en þú kemur þér alltaf svo skemmtilega beint að efninu. Það einhver svoleiðis tótt sem svo sterkur í þér. Það ekki þessi tilgerð, heldur bara í ljóðræninu kemur þér beint að tilfinningunni, beint að senunni. Já, náttúrulega, ef eitthvað svínvirkar, þá vonandi rétt blandað, uppskriftin þá vonandi ok. Akkurat. Og þá fleiri en eitt í uppskriftinni og kannski einhvert innihald sem að kannski lítur út fyrir að myndi ekki samræmast og verða bragðgott, en enda svo kannski sem eitthvað sérstakt og það vonar maður auðvitað alltaf með það sem maður að gera. Já. Þú gafst út góða bók fyrir 2 árum að ljóð ertu komin og hún ennþá á náttborðinu mínu. Að ljóði munt þú verða bókin sem kemur út að þessu sinni og ég er búin að lesa hana, hún dásamlega manneskjuleg og þú hittir beint í mark svona í þínum tilfinningaríkustu ljóðum. Eitt ljóði heitir Vandræða og mér þykir afskaplega vænt það og þar ertu að fjalla sko vandræði þess að vera manneskja og reyndar í ljóðinu beint og eftir talar það að sko lífið sé kannski bara undirbúningur að því að geta lifað. Þetta svo mikið Steinunn Sigurðardóttir fyrir mér.
Já, það bara frábært að heyra hvernig þú talar þetta og ég var svolítið heppin að yrkja þetta langa ljóð vandræða. Það held ég nú að fangi eitthvað kjarna því að það að vera til, það náttúrulega ákveðin vandræða gangur satt að segja sko og ef ekki ómögulegheit að mörgu leyti og svo reynum að krafla okkur. Og hefur eiginlega aldrei kannski verið erfiðar að vera manneskja? Já, það nefnilega spurning vegna þess að núna þá vitum við svo óþægilega mikið það sem aflaga fer. Þegar maður var að alast upp þá hafði maður aldrei heyrt hluti eins og barnaníð væri til, jafnvel ekki heimilisofbeldi og núna þá erum við inn á gafli líka í þessum afkímum sem við auðvitað verðum að vera upplýst líka til þess að við getum hjálpað ef að þetta verður á vegi okkar. Þannig að þetta ákveðin lífsbyrði verður að segjast eins og öll þessi upplýsing. Og bara, þú veist, hvernig maður á að haga sér. Já, þá. Svo vel sé. Já. Í þessari bók að ljóði Munt þú verða, sem kemur út á næstu dögum, þá persónu gerur mjög mikið hugtök. Talar til dæmis skuggan, hamingjuna, ástina sem persónur. Og kannski eru þetta persónur sem eru að hrærast í manni. Það bara, sko, það svolítið góð aðferð að persónu gera þetta því að þá verður það lifandi og auðvitað það náttúrulega eitt af því sem maður alltaf að reyna, það það sem maður býr til að það lifi, það andi, það skiliði númer 1, er ljóðið á lífi og eða í skáldsögunni andar þessi texti, kemur hann til þín eða hann flatur bara á síðunni og þú nærið ekki í hann einsinni, sko. Þannig að ég reyni það, en hamingjuna þá skal ég segja þið það að ég átti einu sinni svo ótrúlegt samtal við Sigurð Guðmundsson, myndlistamann og snilling og það var í Gulufjöllum í Kína á engum öðrum staði það og hann var að tala hann var nýbúinn að lesa skáldsögu eftir mig sem heitir Góði elskhuginn og hérna var mjög ánægð með hana og ég sagði við hann að ég hefði verið að reyna þann erfiða hlut og auðvitað allt sem maður reynir erfitt ef ekki ómögulegt allavega fyrirfram og svo krafla maður sig og ég sagði hann að þetta náttúrulega fjallar að hluta til hamingjuna og það svo ofboðslega erfitt að skrifa hana sko konkrétt og þá sagði hann já það vegna þess að hamingjan hún hefur ekkert form og þetta sagði myndlistarmaður, ég gleymi þessu aldrei, en sorginu þetta, hún hefur útlínu og harmurinn. En taktu fyrir okkur dæmi úr bókinu, ég fjall fyrir ljóðinu Hamingjur mínar. Þetta persónugering á velþekktu hugtaki, mikilvægu hugtaki. Hamingjur mínar. Hamingjur mínar eru ekki háskólagengnar. Þær eru erfiðiskonur þessar tvíburasystur eins og á þeim má sjá, fengu ekki að ganga menntaveginn, sama hvað þær voru námfúsar. Þær höfðu þó vit á því að gifta sig ekki. Kunnu vel að verjast vonbiðlum, stóðu saman í því og voru svo heppnar eða forsjálar að eignast ekki börn. Kannski voru þær við karlmann kenndar en sögurnar það vissar að hafa ekki eftir. Samkomulag þeirra systra í Bárujárnshúsinu nú orðið stirt. Þar hjálpar ekki arfgeng minnisveikin og þraskinnin. Lengi vel hélt ég að þær veru yngri en ég. Að minnsta kosti fannst mér þær vera skár á sig komnar. Ég veit ekki lengur hvað ég á að halda aldurinn á þeim. Svo mikið víst að þær eru hættar að hafa sig til, fara ógreiddar út í búð og guð má vita hvort þær eru tannbustaðar. Það eina sem ég get gert að halda mig á gangstéttinni hinum megin og vona að þeir sjáu mig ekki. Hamingjur mínar, persónugerðar, með dásamlegum hætti. Hvenær finnurðu að ljóð orðið gott vegna þess að sköpunin getur tekið ár og þig langar kannski að fá einhverja fjarlægð í textann þinn. Finnurðu það einn góðan veðurdag, þetta komið? Ég á svolítið erfitt með að svara þessu. Ég á alltaf alveg ábóðslegar umframbyrði á ljóðum, svo mætti segja. Og mér finnst gott að lúra á þeim eins og ormur og gulli og sleppa þeim ekki og snemma út í heiminn. Sum ljóðan í þessari bók getur verið 10 ára, jafnvel 15 ára gömul. Sko. Önnur frá þessu ári? Já, það eru nefnilega minnstakosti 2 frá þessu ári sem svona frekar óvenjulegt. En sko,
þetta ferðlega yrkja, það er ákveðin sæla í því af því að þetta er eitthvað sem ég er búin að vera að gera síðan ég var unglingur. Það er bara hálf öld af einhverju samfelldu aktiviteti, ef svo mætti segja, og ég er svo samofin þessu sko, mér finnst stundum eins og skrúblíanturinn minn sé bara 11. fingurinn á mér sko. Og sum ljóð koma nokkuð tilbúin, en það er þó undantekningin. Það er minn lúxus í lífinu, það er að detúa við ljóðin, það er að víkja við orði, finna eitthvað betra og svo framvegis. Og það er stórkostlegt. Jú, á einhverju, en ég ætla bara að segja það, að ég reyni að klára ljóðin, ég reyni að klára bækurnar mína. Mér finnst ekki alveg að allir kollega mínir reyna að klára þetta, en það er náttúrulega getur, sérstaklega í skáldsögunni, þá er það mjög sársaukafullt að ganga frá lausum endum, alveg. Er það samt ekkert sko beinlínis leiðilegt að vera eilíflega kaffærður í hugmyndum? Finnast alltaf að maður þurfa að vinna úr þeim? Umkringdur þessum orðaflóði, orðaflaumi? Já, þetta er svolítið góð spurning vegna þess að ég myndi ekki segja að vera leiðilegt, en það eru erfiðar ákvarðanir að þegar maður hefur alltaf meira en nóga hugmyndum. Hvaða hugmynd á ég að taka? Sérstaklega þegar skáldsaga, en jafnvel með ljóð líka, vegna þess að hvað er ég maður til að skrifa? Hvað passa fyrir mig? Það passa mér ekkert allt jafnvel sem ég skrifa. En sko það er á einn hátt lúxus að vera aldrei uppiskroppa með hugmyndir, en á annan hátt er það eins og segir svona ákveðin byrði, hvernig á ég að vinsa úr, og svo verður maður svona hálf sorry þegar maður hugsa það að maður muni deyja áður maður geti samið þetta allt saman sem maður langar að gera. Getur stundum sagt sko, það er nú enn einu svona að fara að yrkja. Já, nei. Svo ég gleymi ekki hugmyndinni. Já, nei, ekki með ljóðin, sko, nei. Það er allt öðruvísi en að skrifa skáldsögu. En þú kemur fram sem sko skáldssagnahöfundur 1986 með Tímaþjófi og svona slærði svolítið í gadda, hamrarði í klettin. Verður önnur manneskja þegar þú skrifar prósa heldur ljóð? Mér liggur við að segja það, já. En náttúrulega Tímaþjófurinn er bók sem er öll útvaðað í ljóðum. Mjög ljóðræn. Já, og er kannski í raun og veru ljóðabálkur í dulagerfi, en það er samt aðeins einföldum því sumt er náttúrulega sendibréf og svo framvegis, sko. En mér finnst að ljóðin og prósin komi bara ekki alveg frá sama stað í sálinni. En getur unnið þetta í jafn óðum? Já, ég er alltaf að yrkja leið, já. Ég gef það aldrei frá mér, jafnvel þó ég sé að vinna erfiða langa skáldsögu, þá yrki ég alltaf ljóð. Það er minn lúxus. Kemur þetta frá mömmuðina einhver leyti? Sko, það nefnilega kemur frá mömmu að mjög merkilegu leyti að mamma var fædd 1920 og hún hafði áhuga á nútímaljóð, hún var svo opin og mamma var með Hannes Pétursson uppi við Stein Steinar og svo var eitthvað sem hét Ljóðungra skálda og þannig maður svona cirka 10 ára þegar þetta fyrir að síast inn og maður er náttúrulega eins og þerripapír, svo koma stórsnillingarnir Sigfús Daðason, Þorsteinn frá Hamri, Stefán Hörður, þeir koma seinna inn í mitt líf, þá er ég orðin svona alvöru unglingur, en þannig er ég svona mörgum þess að vera barn og unglingur og mér hefði aldrei dottið í hug að byrja að yrkja svona nútímaljóð nema af því að ég hefði séð eitthvað gera það og það voru þá helst Hannes og Steinn og ótrúlega heppni að mamma skildi veifa þess og vera með þetta. Það var ekki sjálfgefið í þann tíð? Nei. Sko pappi var gamaldags, hann var Bóluhjálmar og Jón Helgason og fór með það, þannig ég fekk þetta í stereo gamla tíman og nýja tíman. Einmitt, þannig að þú gast verið í báðum herbyggum. Já, það var heppni. Mikil heppni. Gott og vel. Steinunn Sigurðardóttir er gestur minn að þessu sinni. Við ætlum að tala um 2 merkilegar persónur í lífi hennar. Hér eftir andartak, fylgist endilega með. Stólpi Gámar hefur gáma af öllum stærðum og gerðum til sölu eða leigu. Allskyns nýting, allar stærðir. Stólpi Gámar. Ertu í vandræðum með bílinn? Vaka býður upp á dráttabílaþjónustu allan sólarhringinn. Vaka á verði fyrir þig. Hydrocork parkettið er hlýtt og mjúkt að ganga á, slitsterkt og einfalt að leggja. Skoðaðu úrvalið hjá Þ. Þorgrímsson & Co. Ármúla 29.
Bónus kveður plastburðarpokann. Nýji umkaupapokinn áfram gulur en samt grænn og niðurbrjótanlegu efni. Minna plast í Bónus. Taktu vel á móti neyðarkalli björgunarsveitanna helgina. Slysavarnarfélagi Landsbjörg. Framundan í þessari viku eru tax-free-dagar. Tilboðið gildir aðeins eina viku og það þessi vika sem skiptir máli. Ef þú vilt góðan díl á potti, þá að koma núna. Bang! Átt þú að segja bang? Það ekki. Valhöll fasteignasala framúrskarandi fyrirtæki sem byggir á áratuga reynslu. Valhöll í Reykjavík, Snæfellsnesi og Höfn í Hornafirði. Nano Keramik húðun, eina sanna vörnin fyrir bílinn þinn. Kringlubón, Kringlunni. Gakktu í bæinn. Fasteignasalan Bær opnar fyrir þér dyrnar að fasteignamarkaðnum. Fasteignasalan Bær, Kópavogi og Selfossi. Gæðin, ein af ástæðum þess að hönnuðir velja slippfélagið. Litina hennar Sæju færðu í slippfélaginu. Ert þú í söluhugleiðingum? Vertu í sambandi og ég sel fyrir þig. Sigrún Mattea, sími 695 3502. Sæll verið fólkið á nýja leik þegar að horfa á mannamál og sjónvarpsstöðinni okkar Hringbraut og gestur minna þessu sinni skáldkonan Steinunn Sigurðardóttir sem var að senda frá sér nýja ljóðabók sem betur fer og við höfum verið að ræða það mikilvægasta í lífinu, ljóðin sem koma frá henni í stríðum straumum allan ársins hring. Alltaf því ég sé þig, Steinunn, á förnum vegi og við tökum tala saman, þá skín frá þér lífsgleði. Þetta meðfætt eða einhver ákvörðun sem þú tókst? Ég alls ekki lífsglöð. Nei, ég alveg langt frá því. Ekki segja nú þessi þung í skapi? Jú, en ég dálítið fjörugsamt kannski. Það annar hlutur. Einu sinni hitti ég sálfræðing frá Flórída, bara hann var túristi fyrir 20 árum og við vorum búin að tala saman í 2 mínútur og þá sagði hann við mig, Did your mother give you champagne in the bottle? You're such a bubbly character. Þannig að ég svona freyðivín. Ég svona bara svolítið kampavíns-karakter. Freyðandi kona. Já, eitthvað svoleiðis. En nei, það sést náttúrulega á ljóðunum mínum að ég. Og svo bara hef ég eins og margir, ég þurfti að glíma mjög mikla raunir í mínu lífi. Já. Þannig að ég get nú ekki kallað mig lífsglað, en mér finnst gaman að hitta fólk. Og þá ég ekkert að hugsa það að ég sé döpur eða eitthvað svoleiðis, Þannig að sumuleyti rithöfundastarfi frekar óhagstætt fyrir mig vegna þess að auðvitað sækja á mann þungar hugsanir þegar maður í sinni einangrun þar, En hvernig hefur þið tekist á við þínar raunir í lífinu? Það glíma allir við raunir og fara misjafnlega að þeim. Já, ég allavega ekki geggjuð en þá og ég náttúrulega reyni að leita mér aðstoðar, vina og svo framvegis að ég sit ekki alveg ein uppi með þetta. En það getur vel verið að það hefði orðið eitthvað allt annað mig ef ég væri ekki rithöfundur. Ég hef þó einhvers konar útrás fyrir erfiðleika í því sem ég skrifa og ég skrifa auðvitað ekki í terapjútiskum tilgangi en útkoman getur samt verið svo að ég hef og rithöfundurinn hefur möguleika á útrás sem annað fólk hefur ekki. Og það sem svo merkilegt við sem rithöfund að þú hefur hæfileikan á að koma þér inn í allar þar aðstæður bara upp á eigin spýtur. Já, ég ekki hlynnt einhverju sem heitir research. Ég held að það sé skortur á ímyndunarafli og ég gera aldrei neitt slíkt, ég rannsaka hluti aldrei, ég bara ímynda mig hvernig það og það hefur ekki tekist verð til en svo að fólk virðist halda að ég hafi annarkvort rannsakað það eða lent í því sjálf. En auðvitað ég ekkert að skrifa skrifa mig, maður hins vegar notar í skáldsögunum, maður notar sjálfan sig og skrumskælir jafnvel. Það svona atvinnuleyndarmál sem maður á kannski ekki að tala mikið og enginn veit hvenær maður kemur sársökin til. Sársökin óbáslega mikilvægur í skrifum. Sársökin í bakgrunni mann sjálfs. Ég menna þú skrifar ekkert án sársöka en auðvitað maður sér það náttúrulega með árunum að
allir sem að þekkir, þeir þurfa að takast á við mjög mikið sásöku lífi sínu en hann af mismunandi tegundum sumir missa ástvin sveiflega þegar fólk missi börni sín, svo líka eitthvað til sem heitir að missa ástvin í lifanda lífi og það mjög erfitt í rauninni fyrir okkur, þó ég segi að ég sé góð í því að setja mig í annara spor, þá það að sumuleyti þannig að maður veit ekki mikið líf annars fólks í raunveruleikanum en í skáldskapnum get ég sett vel inn í það. Já, og talandi líf annars fólks, ég ætla að nefna Vigdísi Finnbogadóttur, þú skrifaðir merkilega bók hann á sinni tíð. Hvernig var að vera með Vigdísi? Já, bókin kom 1988 og var mjög mikil metsölubók og hún heitir Ein á forsetavakt og ég ofboðslega ánægð með að hafa skrifað hana. Sko þannig að ég þekkti Vigdísi frá fyrstu tíð vegna þess að ég var í aukatímum hjá henni í frönsku heima á Aragötu að því ég tók menntaskólan á 3 árum og þá varð ég að fara í frönskutíma. Það var fyrsta árið í frönskunni sem að ég hljóp yfir, 5. bekkur. Og alla tíð hafa mér kynni af Vigdísi, þau mér hún eina mikilvægustu manneskjunum í lífi mínu sem fyrirmynd, sem vinur og í raun og veru og líka sem óskiljanleg manneskja, hvernig hún fer að hlutunum. Ég skrifa hana heila bók og var náttúrulega mjög mikið í kringum hana og síðan gerði ég líka hana sjónvarpsmynd sem mætti nú alveg fara að sína aftur og þannig að ég var mjög mikið í kringum hana og ég kynntist henni vel en svo manneskjan svo mikill leyndardómur að eftir þá veit maður samt ekki what makes her tick, þú veist. En titillin Ein á forsetavakt, var hún einmanna á forsetavakt, einsömul, berskjölduð? Ég myndi eiginlega segja það en hvernig hún fór að því að gera þetta samt sem áður, það var, mér finnst að vera alveg ómanneskjulegt afrek. Að sínu starfi. Að sínu starfi og hún var þessi góði stjórnandi sem líka í smáatriðum. Við vitum það núna að góði stjórnandi, hann líka í smáatriðum. Hún fór alltaf yfir, til dæmis bara lítið atriði að áður en hún hélt matarboð, þá fór hún alltaf yfir salinn, fór yfir blómaskreitingarnar, fór yfir þetta. Og náttúrulega hún svona dæmigerð manneskja sem gefst ekki upp, ef hún sér til dæmis uppkastað einhverju ræðu eða bréfi þá kraflar hún í það alveg áfram og áfram. Það aldrei neitt nógu gott. Nei. Hún náttúrulega mjög mikill perfektionisti og það auðvitað eitt af því sem að hefur gert hana svona, mér líkur við að segja sigursæla. Önnur manneskja af öðru sauðahúsi, ég nota bara það orð hreinlega, Heiða sem kom út fyrir nokkrum árum. 2 árum. Og þar það íslensk sveitastelpa úr Skaftafellssýslum sem stekkur fram á sjónarsviðið, þökk þér. Hvernig fannst hana? Mér var náttúrulega bent á hana og mér var sagt bara þú verður að hitta Heiðu, hún stendur í þessari baráttu landið sitt, það eitthvað fyrirtæki sem heitir Suðurorka sem heimtar að kaupa af henni landið og hún vilja alls ekki láta það og allt í volli í sveitinni og nágrannar ósáttir og svo framvegis mikið ósætti og Heiða þurfti að fara út í sveitarstjórnarpólitík til að reyna að fylgjast með og hafa áhrif og ég nú ekkert vön að fara heim á bæi þó að einhver segi mér að fara en ég gerði þetta. Svo ég búin að sitja í 5 mínútur við eldhúsborðið hjá Heiðu þegar ég ákvað að skrifa hana bók, þegar hún heyrði hennar sögu. Og undrið var að hún skildi gangast inn á það og hún gerði það bara vegna þess að hún vildi segja þessa sögu yfirgang og hennar ofboðslegu baráttu sem hafi tekið mjög mikinn toll af. En hún kemur mér fyrir sjónir sem afskaplega hlétræg kona. Ég í þeirri óskastöðu þegar ég skrifa þessa bók að ég með söguefni sem vill ekki vera í sögu. Ég næ í efni sem á ekki að vera hægt að ná í og eina ástæðan fyrir því að hún féllst á að tala sitt líf var að hún vissi það að ef við skrifum bara hennar baráttu þá það bæklingur, það ekki bók. Þannig að hún tók restin af bókinni bara eins og einni risavaksinni aukaverk. En raunsæi hjá henni var það að hún vissi að hún varð bara að segja eitthvað ef þetta átti að vera bók og þetta varð bók, það fullir ég.
En sko hennar líf í rauninni ótrúlega heldur en nokkuð skáldsaga. Ég sammála því, sko helvítis veruleikin, hann yfirtrompar okkur skáldsagna alltaf. Það alveg sama hvernig stærsti keppinauturinn. Já, stærsti keppinauturinn, það alveg sama hvernig við spriklum, sko, en þú veist, við erum heldur ekki í skáldsögunum að reyna að herma eftir raunveruleikanum. Við erum bara á okkar eigin miðum að búa til raunveruleika og búa og setja hann í form og svo framvegis. Við erum, en raunveruleikin alltaf ótrúlegri, hryllilegri, dásamlegri en nokkuð sem við getum mögulega, bara sorry Stína. Og nú vilja bara útlendingar lesa allt Heiðu. Ævintýri heldur áfram. Þetta náttúrulega algjört ævintýri, sko. Það búið að selja réttindi inn í enskumælandi heiminn og síðan stærsta útgáfufyrirtækið í hérna á Ítalíu búið að kaupa hana. Pólland, Noregur og hún komin út í Þýskalandi þannig að þetta náttúrulega bara. Já, en af hverju? Sko, þetta íslensk ævisaga, þetta einhver jarðtenging, þetta einhver nútímaleg uppvakning? Sko, þetta náttúrulega persónuleg hetjusaga, hún það og sannsögur eru auðvitað í tísku, en veistu það, ég held bara að þetta svo óvenjulegt að skyggnast inn í líf hennar, þetta svo ólíkt öllu því lífi sem að fólk lifir í öðrum löndum og þessi barátt, bókin hún fjallar mjög mikið starf hennar sem bónda. Og ég svo stolt af því að ég held að þessi bók hún hafi aukið skilning, hún eigur skilning borgarbúans á sveitinni, hún eigur skilning annars sveitafólks á því hvernig þessi sveit Skaftártungan sem ekkert sama og Austurland eða Strandirnar. Og hérna, og hún mun auka skilning fólks út í heimi á því hvernig að vera einyrki á Íslandi og okkar baráttu fyrir náttúruvernd líka. Einmitt talandi náttúruvernd, þú segir í einu ljóðana í nýju bókinni sem heitir Maria Tjút, ekki? Jú. Að það að tala móðurjörð og þú segir að við séum í vingarði drottins skerulegar. Já. Skemmdarverkamenn. Já, við erum það. Erum við samviskusamlega að eyðileggja náttúruna okkar? Við erum ósamviskusamlega að fara með heiminn til fjandans. Ég horfi á jökulinn minn, ég úr Skaftafellssýslu og á ennþá sumarhús þarna fyrir austan sem ég horfi á og þar sem ég horfi á jökulinn og ég ólst upp við jökulinn þegar ég var að reka kýrnar og hann bara að bráðna fyrir augunum á mig. Dýrategundum að fækka snarlega. Skordýrum í Þýskalandi fækkaðum einhver 80% á stuttu árabili og býflugan í hættu. Einstein sagði þegar býflugan fer þá förum við líka og þannig að núna í rauninni ekki hægt að vera sko bara einfaldlega náttúruverndasinn á Íslandi og vilja standa vörð íslenska náttúru sem að ég endilega vil gera og mér finnst að sko fáheyrð flónska hvernig við umgöngust þessa hluti að halda áfram að virkja bara út í rugl, við þurfum ekki þessa orku, 85% af orkun okkar fer í stóriðju sem aldrei skildi verið hafa, það ekki eins og við séum að raflýsa sveitirnar, menn láta bara eins og við séum endalaust að raflýsa sveitirnar, við erum bara alls ekki að því, þær eru bara raflýstar, takk kærlega fyrir. Og núna þá sér maður sko náttúruna í samhengi heimsins, bara hvað að verða þetta. Og talandi heiminn, fyrir ekki gripið. Já, nei. Þú sko ert búin að búa erlendis í yfir 20 ár. Já. Af hverju? Varst þú leið á Íslandi? Það frá mínum bæði óhugsandi fyrir skáld að eiga heima 12 mánuða ára á Íslandi, það bara of þröngt. Minn hamingjudraumur væri að geta verið á Íslandi 4-5 mánuða ári og svo restina í einhverju góðu útlandi. En þetta hefur verið mjög erfitt fyrir okkur Þorstein minn Hauksson, tónskáld, að gera bara af tímalegum ástæðum og fjárhagslegum ástæðum. Það dýrt að flakka svona á milli. En við eigum alltaf húsið okkur á Selfossi. Nú meiri sér verið að gera við það byggt það. Þannig að þú bara kemur og skoðar. Og þannig að það að vissuleyti mín gæfa að hafa haldið þessum erfiða lífsstíl til streitu að vera meira í útlöndum heldur að minna. Hvernig sérðu Ísland að utan? Þegar þú hugsar heim sitjandi við skrifborðið út í löndum, hvort það Austurríki, Þýskaland, England, sérðu landi í öðru ljósi? Ég sé það náttúrulega allt öðru ljósi heldur en ég myndi gera ef ég byggi alveg fast 12 mánuða ári. Veistu það, Sigmundur Ernir, mér finnst að Íslendingar hafi klúðrað tækifærinu
til að búa til fyrirmynda þjóðfélag. Það sem væri jöfnuður, miklu meir en hann hér ójöfnuður og að við höfum líka eins og að við tökum meira konkrétt dæmi kannski að þegar við sjáum að ferðamenn flykkjast til Íslands að þá gerum við ekkert. Við erum svo sein að taka við okkur í sambandi við vegakerfið, hreinlætismálin, læknismálin, bara eitt dæmi sem ég get nefnt að til skamstíma þá var læknislaust frá Vík í Mýrdal til Hafnar í Hornafirði aðra hvora viku að minnsta kosti á sumrin og allir þessi fjölda ferðamönnum og svo framvegis. Mér finnst vera ábyrgðarleysi hérna og það mér svo mikið sorg að sjá að við höfum glata þessum dýrmætu tækifærum til að gera miklu betur við fólkið okkar og náttúrulega, og svo líka það sem að gerist hérna eftir hrunið að mér finnst að vera óafsakanlegt að hvað voru margir sem mistu heimili sín og þetta eru sár sem að gróa svo seint. Mér finnst líka að við komum ekki vel fram við útlendinga, ekki nógu vel. Það allt og margar sögur sem eru ófagrar það hvernig fólk lagt í einelti krakkarnir í skólanum. Við erum ekki nógu duglega að kenna þessu fólki íslensku. En svo það sem að mér finnst líka hér að einstaklingurinn á Íslandi býr yfir svo miklum sköpunarkrafti og ég sakna þessa úr stjórnmálunum, úr opinbera lífinu. Og listalífinu. Ég að segja það að listalífið svo frjótt, en pólitíkin eyðimörk. Steinunn Sigurðardóttir, ég get ekki orðað þetta betur. Lesið endilega nýjustu bókin hennar af ljóði Munt þú verða, framhaldabókinni af ljóði Ertu komin. Dásamlega bækur það að reyna að vera manneskja í sinni bestu mynd. Verið sæl að segja.